Þetta yfirferð yfir eldra próf sem er með spurningum úr efni, verkefni 6 og hér verið að tala stöðluð spennumerki og straummerki og hér spurt hvað kosti hefur -10 til +10 spennumerkið fram yfir 0 til 10 volta merkið. Við gætum verið með einhverja stýringu þar sem talað að ef mótor stopp til dæmis þá sé 0 volt þar og síðan ef hann á að fara til vinstri þá getur verið mínus spenna og síðan til hægri það sé þá plus spenna. Gæti það ekki að vera 0 til 10? Jú, en hins vegar við með meira svona svigrúm fyrir spennuna þannig að það verður kannski minni hætt á því að truflun að því sko. Þannig að það BFR þá líka þeim? Já, þannig séð sko, en þetta talsvert sko, þetta mjög svipað merki sko, 0 til 10 volt sko, en í kringum 0 alltaf hætta á einhverjum truflum, skiljið, þannig að það svipuð hætta, þannig séð. En við höfum þá allavega meira svigrúm þarna á spennunni. Þannig að við getum verið með 0 stöðu á einhverju og síðan lengst til mínus áttina þá getum við verið með -10 volt og síðan +10 volt hins vegar. Ok, þetta veljum ekki of lengi við það. Við þurfum síðan aðeins að skala hérna upp merki, til dæmis straummerki og hvað samsvarar 16 mA stóru tölugildi frá 12 bita AD breytu og við höfum náttúrulega ekki verið mikið að tala þessar breytur með þessum 12 bitum, ég myndi þá bara gefa upp upplausnina skiljiði, af því við höfum ekki við fjallað mikið það, en frá 12 bita breytu erum við með 4095, sem sagt, við skiptum merkinu í 4095 skref skiljiði og ég myndi þá gefa það upp, ég myndi gefa ykkur það. Sér myndum við bara prófa að setja inn í hvern og einn leið þannig að 322. Já. Og svo 4 + 4 þegar ekki? Já, af því að 4 lágmarkið á 4 til 20 mA merki sko, ef að það myndi sem sagt passa, en það gæti líka verið einhvers staðar tala á 0 til 20 mA merki sko, og þá sleppið þessu. Þannig að það bara að prófa sig áfram að reikna þetta út sko, bara skölun. En þetta prófa sem við varum að fara í dag? Nei, þetta bara dæmi hvernig spurningar hafa verið og síðan almennt svona stýristrengi og truflanir og hvað truflanir og vandamál geta orsakað skermingu á skynjunarköflum þegar annar endi skemmingar tengdur til jarðar og hinn ótengdur. Það á einni mynd að geta verið truflanir vegna straums eftir skerminum gegnum rýmd til jarðar, sem sagt þá við ótengda endan. Þannig að stundum betra að tengja hann í báða enda og hérna, það Er það ekki alltaf betra? Það fer svona aðeins eftir aðstæðan. Ef þú ert með til dæmis bara stýristreng og þú tengjar hann með jörð í báða enda og ef það verður bilun, ef það verður útleiðsla til jarðar á einhverjum stað, þá geta þessi stýristrengir bara brunnið ef það eru tengdir í báða enda. Þannig að það er betra kannski að vera með magnar á milli sem að einangrar skerminguna, þannig að þið fáið ekki bílanastraum eftir skerminum, því að bílanastraumur eftir skerminum hann getur bara brent kapalinn alveg. Getur hann ekki alveg komið þótt að það væri ekki tengdur í báða enda? Nei, það getur ekki orðið það sterkur straumur sko, ef það er tengdur bara öðrum megin. En þetta kaflinn truflanir sem sagt, í þeim kafla. Allt góð. Síðan tafla þarna þéttleika hjá okkur í mælibúnaðar og nemar efninu og það spurt hvað á þéttleikin EP67 að þola erfitt umhverfi og það það sem að ekkert ryk má komast inn og ekkert vatn niður að 1 metra dýpi og ef þetta hérna EP68
að þá þarf að skilgreina sko niður á hversu marga metra að það þolir. Fyrri talan upp á Rykþolið, já. Og seinni talan upp á raka. Seinni talan upp á raka, já, alveg rétt. Og þið hafið haft þetta í öðrum rafmagnsæða áfangum, þannig að þetta er alveg það sama. Akkurat. Og taflan fylgir þá með dæminu til þess að þið áttið ykkur á því hvernig þetta er. Ok, kraftmælingar, mælibrú, lýsast öllu máli tilganginu með óvirkum þannnema í átaksnema við mælingu og átaki á togveirum í skipum, spilkerfi og en þessir óvirkir þannemar þeir eru til þess að leiðrétta skekkju vegna hitastigsbreytinga þann sem að myndi annars skekkja gefa okkur mælingu bara út af hitastigsbreytingu en ég ætla að opna hérna mælibúnað nema svo við tengjum það saman í innunni og ég ætla að ná í það undir efni því að við þurfum að hafa það við hendina alltaf hérna og sjá hérna er það er að hlaðast niður já sko þetta er efnið og við skulum finna hérna varandi hérna þannemann og það allt saman. Það er hérna. Hér er óvirki þanneminn og hann tekur rauninni bara með þessum hérna virkanemanum. Hann tekur breytingarnar á járninu eða á málminum við hitastigsbreytingar og þetta núllast út vegna þess að samskonar nemi tekur bæði átakið og hitastigsbreytingar, lengingu eða samþjöppun á efninu eftir hitastigsbreytingu. Þannig að óvirki nemin er rauninni, hann tekur ekki neitt átak, heldur bara breytingu vegna hitastigsbreytingar. Þannig að það núllast svo út í svona mælibrú, þannig að við eigum ekki að fá skekkju þó að hitastigið sé að breytast til dæmis út í frá því að já, nokkra gráður. Það bara núllast út í brúnni. Ok. Hvernig á þessi nemi sem togar? Svo, það sem að toga hérna kraftur, togar hérna í blökkinni, já. Að þessi virki þannemi, hann tekur þá mælingu. Þá lengist á vírnum hérna sem er í nemanum, skilurðu, og þá eykst viðnámið hérna í þessu. En það eykst jafnmikið í virka og óvirka ef að hitastigsbreyting. Já, þess vegna núllast það út. Allt er góð, við erum að drífa þetta áfram því að þið eru að bíða eftir að komast þetta var hérna í prófið. Hann leiðréttir þess að skekkju vegna hitastigsbreytinga. Ok, stöðumælingar. Hér eru við með raunstöðugjafa og afstæðastöðugjafa, spurningar það, hvort þið frekar notaðu raunstöðugjafi eða afstæðastöðugjafi ástengdur við rafmótor sem stjórnar eða hraðastýringu, að þá notuðu frekar afstæðan vegna þess að við getum núllaðan hvenær sem er. Það er líka farið í þetta í verkefni 6 eitthvað og svo náttúrulega kemur þetta fram í efninu. Nándarskynjarar, almennatriði, hér er PNP nándarskynjari og við höfum að teikna álag við útganginn og við höfum að merkja hvaða spenna mælist yfir transistorinn þegar hann skynjar hlut. Og af því þetta er PNP þá tengir hann sér frá pluss gegnum transistorinn út á álagið sem að tengist í mínus. Álagið tengist í mínus. Og við sjáum hérna að hann er normally open, það er sýnt með þessari snertu hérna og þegar hann skynjar hlut þá gefur hann samband sem sagt og þá verður mjög lág spenna yfir transistorinn. Við höfum að svara því hvaða spenna mælist yfir transistorinn. Það er þessi spenna hérna, 0 volt. Þannig að það er þarna kafli útganga sem sagt sjá, ég er með já það er ekki bara hérna er ég með
sem sagt mælibúnaðarnema, og hérna eru nokkrar myndir af þessum útgöngum sem þið skulið skoða vel og átt ykkur á hérna. Þar sem að við erum með PNP transistora hérna sem tengja frá plus og út á álag, skiljið. Og átt ykkur á því hvort að þeir eru normally open eða normally closed, sko, hvort þeir leiða strax eða gefa samband þegar þeir skynja hlut. Þannig að þið skulið skoða það vel. Og svo eru hérna NPN transistora líka. Þannig að skoða þetta kafla vel. Allt í lagi, nú drífum við þetta áfram og síðan er hérna hvers vegna er nándaskynjari með transistor frekar valinn í snúningshraðamælingar heldur en nándaskynjari með týristor, og það er rauninni vegna þess að þeir hafa mun hærri roftíðni. Týristorar, roftíðnin hjá þeim er mjög lítil. Við sjáum það hérna að hér stendur það að roftíðni á skynjurum með týristorútgangi er bara 25 Hz, 25 rið. En þeir sem eru með transistor, þeir virka miklu hraðar. Þeir eru hérna 5000 Hz eða 5 kílórið. Þess vegna notum við skynjara með fyrir jafnstraum og transistorum vegna þess að þeir eru mun hraðvirkari, geta slökkt og kveikt mun hraðar og skynja þar miklu betur snúningshraða til dæmis ef maður skynja þannig verki. Ok, áfram. Og hérna rýmdarskynjara ýmis atriði, hvernig rýmdarskynjara er skilgreind og þið sjáið það er þarna ákveðin formúla, þið sjáið það í efninu og líka spurt það í verkefni 6. Það er vinnslufjarlægðin, það er margfeldi skynjunarfjarlægðar og næmnistöðurs, og af hverju er frekar hægt að skynja vatn en olíu gegnum plexigler með rýmdarskynjara. Og í töflunni sem þið sjáið í mælibúnaðarnema efninu, þar sjáum við munin á fóru á hratt framhjá þessu. Það er hérna er taflan yfir næmnistöðulinn, og sjáum við við skynjum vatnið miklu frekar vegna þess að vatnið hefur næmnistöðulinn 1 miklu meiri áhrif sem að vatnið hefur heldur en olía. Olía er hérna, hún er með 0,2 miklu minni næmnistöðul, þannig að við getum ekki skynjað olíu í gegnum plexigler vegna þess að hérna gler, það er 0,3, það stendur einhvers staðar líka hérna plexigler, það er líka hérna 0,3. Þannig að olían hún felur sig alveg á bak við plexigler. Við getum ekki skynjað olíu í gegnum plexigler. Það er bara skynjarinn, hann skynjar bara plexiglerið, ekki olíuna. Hins vegar, þá skynjum við vatnið í gegnum plexiglerið vegna þess að plexiglerið hefur minni næmnistöður heldur en vatnið. Við skynjum örugglega vatnið í gegnum plexiglerið. Auðvitað má plexiglerið ekki vera of þykkt, en það er nú yfirleitt ekki vandamál. Ok, þetta er málið og við höldum hérna áfram. Og hér höfum við hérna skermaða og óskermaða skynjara. Við kallast að óskermaða spannskynjara vera festur sléttu við festistykki, og það er ef að festistykkið er úr plasti. Þá hefur sem sagt segulsviðið ekkert, verður það ekki fyrir neinum áhrifum, sko. Spannskynjarinn, hann er með segulsvið út á endanum, og ef að segulsviðið nær út fyrir, þá hérna er allt í lagi að sé plast sem efnið út fyrir hann. Sjáu hérna, þó að sé plast hérna í festistykkinu, að þá hérna gerir það ekki til, því að þá hérna skynjar, eða verður hann ekkert fyrir áhrifum, sem sagt skynjarinn. Þá fer bara fara segulkraftinnar í gegnum plastið og ekkert mál. Hins vegar skermaði skynjarinn, hann gæti verið skrúaður alveg hérna slétt inn í festistykki sem að væri úr járni, en hann skynjar ekki eins
langt frá sér eins og óskjarnaði. Ok, höldum áfram með þetta að hérna við höfum að velja spanskirja til þess að mæla snúningshraða og sviðinu 0 til 1490 snúningamyndu. Hvort myndum við velja AC eða DC? Þetta sama spurningu áðan í rauninni. Við veljum DC spanskirja vegna þess að roftíðnin 5 kW en AC skynjarinn hefur bara 25 rið. Já, veljum DC. Og síðan hérna útgangsrásir, aðeins spurningum spennumælingar. Hvaða spenna mælist útgangi PNP skynjara sem normal open þegar hann skynjar hlut. Við mælum sem sagt spennuna frá mínuspól í útgang og þið hafið náttúrulega myndirnar af þessu. Þannig að því hann PNP þá gefur hann samband út á útganginn og þá mælist 24 V spenna. En síðan eru fleiri atriði varðandi skynjara. Ég hugsa að þetta skýrir sig sjálft og ég líka með þetta í upptöku sem ég sendi ykkur slóðin að og hérna við förum ekki að láta ykkur teikna upp í þessu prófi, ég held að við höfum ekki tíma í það. Síðan hitamælingar varðandi PT100 sem veldur mestri ónákvæmni, þá tengingin 2 víra og svo aðeins varðandi hita. Mælir hann þá ekki tapið í vítum? Nei, einmitt, eða sem sagt aukningu á sem sagt viðnámi til dæmis ef að eykst hitastigið, sko, skilur, þá leiðréttist ekki fyrir því, sko. Já. En við skoðum þetta í verkefni 6 betur. Hér spurning hitarafaka þar sem við erum að mæla afgangshitastig á ljósavél. Hvað áhrif hefur það að mælistærð ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldutenginguna bilar? Þetta internal cold Johnson compensation. Við verðum að skoða þetta bara í mælibúnaðarnema efninu. Og hitastigið hækkar á köldutengingunni. Það þýðir það að það verður minni munur á milli mæli staðarins og köldutengingarinnar og það veldur því að mælistærðin minnkar. Þannig að við verðum að skoða þetta kannski aðeins áður en við förum í þetta til að skilja þetta ef við stoppið við þetta, við fattum þetta ekki alveg strax. En síðan við förum ekki í svona, þetta tekur á langan tíma. Þetta var í lokaprófi sko, sem að gefa miklu lengri tími. Ég fer ekki í þetta. Og svo eru smá spurningar R-breytin, þetta eru svona bara svipaðar spurningar og hafa verið í hérna verkefninu. Ég ætla að fara aðeins bara í þessa 10.3. Hitanemi, hann mælir hitastig frá ferskvatni frá aðalvél. Hitanemi tengdu við R-breyti sem sendir 420 mA straummerki til inntölvu. Inntölvuna breytir straummerkin í heiltölsvið á bilinu 0 til 4095. Og hitasvið nemans ákveðið frá 20 upp í 150. Þannig að sviðið sem sagt á 150 mínus 20 gráður eða 130 gráður, sem sagt sviðið. Og hvað hitastigið á ferskvatninu ef tölugildi frá inntölvunni 1820? Þá setjum við það inn sem merki og sinnum svið, þetta vittlausa hérna í formúlinu hérna, þetta voru að sinnum og síðan deilum við með upplausninni 495 af því þetta 12 bita breyta og síðan leggjum við þar á eftir við lágmarkshitastigið sko, 20 gráðnar og þá mælum við T2 sem 77,78 gráður. Þannig að þið liggið við þessu, skoðið hvernig þetta fundið og síðan annað dæmi hérna þrýstimælingar á ferskvatni gerð með þrýstinema sem hefur sviðið -1 til 5 bör. -1 bar eru sem sagt á 4 mA og 5 bör eru 20 mA. Inntölva sendir upplýsingar merkið á heiltölforminu 0 til 495. Hve mikill þrýstingur á kerfinu ef raungildið 2025. Og þá höfum við þessa formúlu hérna.
það merkið 2055 sinnum sviðið sem sem sagt -1 til 5 bör sem sagt í heildina 6 bör, þá setjum við 6 hérna inn, deilum við uppslausninni sem 495 og svo drögum við frá sem sagt upprunalega -1 hérna, börinn, til þess að fá 2 bör sem þá raunverulegur þrýstingur sem við fáum hérna út á kerfið okkar mælt. Og ég fer nú væntanlega ekki í neinar svona spurningar að þessu sinni, af því að við erum með allt aðra tölvu sko heldur en er hér til prófs. Ok, hitt prófið hérna, það eru svona mjög svipuð dæmi sko. Hér bara spurt í staðinn fyrir spennumerki, þá spurt strömmerki hérna og hver kostur við strömmerki 4-20 mA miðað við til dæmis 0 eða 0-20 sem dæmi, en 4-20 mA strömmerki það getur tryggt vöktun á sambandi á milli staða. Ef þetta dettur úr sambandi þá ekki lengur fyrir hendi þessi 4 mA skiljið, þá þetta að fá viðvörun fyrir út af því sko. Ok, og hvað samsvarar tölgildi 1280 mörg milliamperum í 4-20 mA strömmerki 12 bita adíbreitu, þá myndi ég gefa bara upp þetta hérna 495 í staðinn ef að ég væri með svona dæmi. Og þá það sem sagt, reiknum þetta út, merkið sinnum svið, deilt með upplausn og svo pluss lágmarks strömmerkið 4 mA og athugum hvað þetta tölugildi hérna passar við svarið. Ok, síðan eru ýmsar spurningar hérna truflanakaflann og sama með IP-töluna hérna. Þið hafið haft þetta áður og við svöruðum þessu síðast. Og hérna x metra dýpi, þá sko dýpið skilgreint þá í metrum, skiljiði, IP68. Það má ekkert reyk komast að og síðan frá 1 metra upp í, ég veit ekki hvað, 7, eða það eru bara skilgreina það, hversu djúpt búnaður má fara á. Það að koma fram á búnaðan. Ok, og síðan kraftmælingarbrú, þetta það sama, 0 hitaáhrif og varðandi raunstöðugjafa, aðalmunur á merki frá afstæðanstöðugjafa og raunstöðugjafa. Raunstöðugjafinn hann gefur frá sig kóða, getum nefnt sem dæmi eins og greykóðan. Þannig að við getum verið með allan hringinn einhver ákveðna stöðu sko, fyrir svona hægari breytingar. En afstæðistöðugjafinn hann gefur frá sér svona AB púls með 90 gráðu fasviki og við erum frekar með þannig skynjara við eins og mótora sem eru tengt við hraðastýringar. Og svo það sama með nándarskynjara og hérna bara NPN og hérna og þá tengist álagið upp í plus. Og svo held ég að þið sjáið þessi svör náttúrulega farið bara í gegnum þetta. Það bara aðeins öðruvísi spurt í þessu og þeir eru búin að bera saman verkefni 6 og þessar spurningar sem í þessum prófum að þá eru þið nokkuð klárir í próf 3. En ég verð ekki með einhverja svona upptalningu fyrir ykkur, þið farið ekki að eyða tímanum í þetta er allt of mikið fyrir þetta stutta próf, aðeins R-breytin og sömu samskonar dæmi og þá konum við gegnum þetta. Já, og svo sendi ég þessa þessa upptöku segi út á já, út á YouTube og síðan ég með á innunni eru æfingapróf 3, þetta nýrra og eldra. Þetta eru þessi skjöl sem ég með, skilji.
Sérðu, hérna er þetta, sjáðu, þetta er allt saman hérna. Þetta er hérna. Og eldra prófið er líka hérna. Þannig að þetta er allt saman þar. Nýra og eldra, það er hérna, það er PDF-skjal. Það er hérna líka. Öll svörin hafið hérna til að bera saman, farið við að læra undir þetta. Og svarið verkefni 6. Og þannig að þá sendi ég líka í upptöku hérna, slóð fyrir upptöku í þessari tilkynningu sem ég var að senda. Undirbúningu fyrir próf 3 og þá er ég með slóðina hérna, þar sem þið farið og skoðið einhverja gamla upptöku ef að þið viljið líka. Hérna er þá það sjá örugglega að virka. Sjáu þið, það fer í gang. Þetta er líka yfirferð yfir þetta allavega eitthvað eldra próf, sennilega bara sem við vorum í. PLC stendur fyrir Programming Logic Controller eða Program Able Logic Controllers sem er bara inntölur og ég byrjaði á að senda þetta út af því að ég hérna var með kennslu á inntölur, skilur. Ég var að nýta þetta til þess. En svo bara þróaðist ég það, ég varð að setja bara alla mína kennslu þarna út. Segjum þetta gott í bili og... Now ready to stop recording. Já.